Tap samfélagsins vegna svartrar atvinnu metið á tæpa 14 milljarða króna á ári. Umfangið kemur ríkisskattstjóra á óvart. Hópur á vegum embættis ríkisskattstjóra, Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins heimsótti í sumar yfir 2000 lítil og meðalstór fyrirtæki all land til að kanna bæði rekstur þeirra og aðstæður yfir 6000 starfsmanna fyrirtækjanna. Gera þurfti athugasemdir við tekjuskráningu þriðja hvers fyrirtækis, en alvarlegra að hjá 5. hverju fyrirtæki eru launagreiðslur undir borðið. 12% starfsmanna þessara félaga þiggja svört laun. Ég verð að viðurkenna það voru mér mikil vonbrigði að átta mig á því hvað þetta voru margir sem voru á duldum launum. Ég hélt að ástandið væri ekki svona slæmt eins og það reynist vera. Tap ríkissjóðs, lífeyrissjóða, stéttarfélaga, sveitarfélaga og launamanna sjálfra vegna svartrar atvinnu metið á 13,8 milljarða á ári. Verst ástandið á Vestfjörðum, þar sem 18% starfsmanna þessara fyrirtækja fengu greitt svart, en Norðausturland kom best út. Þar fengu 8% starfsmanna borgað svart. Fáir virðast hins vegar þiggja atvinnuleysisbætur á sama tíma og þeir eru í svartri vinnu. Í kjölfar þessarar könnunar verða opinber gjöld yfir 400 fyrirtækja endur ákvörðuð og verkefninu verður haldið áfram út árið hið minnsta. Áfram verður farið í fyrirtækið fram til áramóta með þessum hætti og síðan eru þetta verkefni sem aldrei hættir. Þetta er eins og stundum sagt, þetta er flór sem endalaust þarf að moka, hann þornar aldrei.